þessu myndbandi ætla ég að fjalla kapla og kapall samanstendur alltaf af jafn mörgum lykkjum sem að skiptast í tvennt og sikkurum megin við lykkjuna eru alltaf brugna lykkjur og ástæðan fyrir það eru brugna lykkjur sem eru sikkurum megin til að hann svona poppi út af því að þegar þú prjónar brugðið þá fellur það inn og þá kemur kapallinn meira út. Annað að það tala kapla sem hallar til hægri og hallar til vinstri og til að vita það þá svona leið til að vita það að það sem fer yfir það segir til að kapallinn halli akkurat í öfuga átt við þeim megin sem það eins og til dæmis ef kapallinn hérna megin þá hallar hann þá segir í uppskriftinni að hann halli í þessa átt. Ef að kapallinn hérna megin fer yfir, þá segir í uppskriftinni að hann halli í þessa átt. Þannig að það alltaf öfugt. Og til þess að gera þetta auðveldara þá notuð svona svokölluð kaplanál og þið sjáu hvernig hún virkar. Nú ætlum ég bara að byrja á því að prjóna hérna og ég prjóna hérna 2 sléttar, 2 brugnar og nú mun þessi kapall halla í þessa átt. Þá tek ég hann fram af þessar 4 lykkjur og þær fara hérna fram fyrir þegar hann hallar í þessa átt. Þegar það hallar í þessa átt þá fara lykkjurnar hérna fram fyrir og þetta fer aftur fyrir. Og þá prjónum við hérna og þá þarf að gera þetta svolítið ekkert endilega fast en svona þétt. Það má ekki vera svona bara. Það verður að vera svona. Síðan tek ég þetta hérna sem ég geymdi og set það hingað. Þannig að sjáu þið að því þetta eru 4 lykkjur sem fara í þá þetta svolítið þröngt til að byrja með. Svona. Og svo geymi ég bara þennan prjón og prjóna hérna 2 brugnar. 2 sléttar á milli og 2 brugnar. Nú erum við aftur komin að kölum og nú vill ég að kapallinn halli í þessa átt. Og þá fer þessi hérna megin yfir og þá fer þetta fyrir aftan. Og hérna fyrir aftan og þá prjóna ég hér og þá veit ég að því þetta hérna megin þá það öfugt og þá hallar hann í þá átt sem segir til öfugt. Nú hallar hann í áttina þessa hendi og þá veit ég að hann hallar í þá átt. Og nú tek ég það sem ég var búin að prjóna hérna áðan, set hérna á bakvið og eins og ég segi, þetta svolítið þröngt. Svona og prjóna 2 brugnar. Annað sem ég vil tala líka að merkja alltaf við, það mismunandi langt á milli, segjum bara sé 4 umferðir á milli.
Nú er ég búin að gera hérna og þá set ég merkikrækju og þið sjáið að nú hallar þessi kapall í áttina þessari hendi. Þannig að þá veit ég að hann hallar í þessa átt. Hérna megin hallar hann í þessa átt. Og það sem fer yfir er alltaf öfugt við í hvað átt hann hallar. Svo prjóna ég bara hérna áfram og ég sýni ykkur því ég kem að. Nú er ég verið komin aftur að og það er svolítið þröngt að ýta prjónlesinu. Þannig að það er alveg eðlilegt að það sé þannig. Nú ætla ég bara að halda áfram að prjóna hérna. Og nú kemur kallinn. Og ástæðan fyrir ég hafði þessar 4 lykkjur sikkur megin er til að ég sjái að þetta er þröngt. Þannig að það er bara eðlilegt. Svona. Og hann hallar í þessa átt. Af því þetta hérna fer yfir. Og nú haldum við áfram að prjóna. Og þessi, nú er orðið svolítið þröngt. Og ég þarf að ýta því bara svolítið vel. Svona. Og nú þegar, eins og í uppskriftinni, þá segir kannski að það hefur verið 4 umferðir á milli. Þá telst þessi umferð ekki með. Þetta er þegar við skiptum yfir í kapalinn. Þannig að þetta væri 1 umferð hérna. Og þá er svo auðvelt að telja. Og þetta er svolítið þröngt. Svona. Svona. Og þið sjáið að hérna megin fór þessi yfir og þá hallar hann í þessa átt. Hérna megin fór þessi yfir og þá hallar hann í þessa átt. Það er alltaf öfugt. Svona.